Já, sæl verið þið ágætu bráðamóttökunotendur. Ég ætla að sýna ykkur hérna aðeins hvernig símaskrá Tenglasafn eiginlega virkar. Það hafa verið nokkrar vangaveltur um innihald og mig langar að nota tækifærið bara að sýna ykkur þetta almennilega. En þið eru með í rauninni 2 síður og það er annars vegar hér undir símtólinu, þá erum við með þessa sameiginlegu símaskrá sem er sameiginleg fyrir allan Landspítalann. Og svo er það undir keðjunni hér er bráðamóttökusvæðið sem að kemur sjálfvirkt ef að þeir eru innskráð á bráðalækningar. Og þetta eru ólík svæði en endurspegla það að símaskrá Tenglasafn er byggt upp af fjöldan af mörgum starfssvæðum og fyrir hvert svæði er ábyrgur ritstjóri eða ritstjórar sem að sjá um að uppfæra innihaldið og ég kem ekki nálægt því. En ég bý til tólið og geri ritstjóranum kleift að uppfæra þetta. Um, það er hluti til dæmis af því af uppfærslunni sem ég gerði í sumar var að einfalda framsetninguna hér á öllum þessum vöktum. Þetta var orðið eitt stórt kraðak og þurfti að laga til í þessu. En þetta er núna framsett þannig að við erum með flokka fyrir sérfræðivaktir, fyrir kandídats- og sérnámslæknir og svo stoðþjónusturnar allar hér og síðan eru deildarnar saman hér undir stoðdeildir Fossvogi og stoðdeildir Hringbraut. Takk Anna fyrir það tips. En í deildirnar voru áður hér í löngum lista en nú er hver deild einn flokkur eða undirflokkur og þar eru síðan undir hlekkir. Þannig að til dæmis fyrir bæklunardeild er hér göngudeild, GD, LD legudeild og VS sem er vaktstjóri. En þið getið alltaf leitað, það má ekki gleyma því. Þannig að ef þið ætla að finna til dæmis deild B3, þá gerið bara svona. Ef þið ætla að finna bæklun, þá gerið það svona. Og svo er hægt að leita líka á öðrum svæðum. Þannig að segjum sem svo að ég ætla að finna eitthvað skjal sem heitir COVID og þá leita ég hér og hún finnur náttúrulega ekkert inn á sameiginlegu símaskránni en ef ég ýti á Enter þá finnur hún alla bununa af því að þetta eru skjöl sem eru þá hýst inn á öðrum svæðum og eins og ég sýndi hérna áðan. Til dæmis erum við með COVID-skjal inn á bráðamóttökusvæðinu sem er þá sama og hér. En síðan er hægt líka að smella á þessa linki, þannig að ef þið ætlið að senda SMS á tiltekna vakt þá er það gert hér. Ef þið ætlið að finna hver er á barnavaktinni þá smellið þið hér og hún finnur það fyrir ykkur hér að Sindri Valdimarsson er á vaktinni. Þið þurfið í rauninni ekkert að fara í Netwise, það er bara langhlaup. Og það sem meira er að þið getið notað þessa leit hér til þess að finna beint í Netwise ef þið viljið það. Til dæmis ef þið setjið krabb og opnið hér í Netwise, þá kemur hver er vakthafandi þar. Eða þið viljið fletta upp hérna Jóni Jónssyni í símaskránni, þá farið þið hingað. Og svo er þetta að fletta upp lyfjum meira að segja, ef þið viljið fletta upp Metoprolol, gerið þið hingað. Og að sjálfsögðu höfum við með hvað ef að finna upp gát, viljum fletta því upp á up to date, gjörðu svo vel. Með þess að Talkspace var hérna, já, fyrirgefið, það er ekki hérna, það var hérna, það er kannski maður bæta því við aftur. Þannig að leitin er öflug, ekki gleyma henni, þið ætlið að finna skemi, hérna vaktaskemi lækna, þá ýtið bara svona, afsakið, skema, þá eru komin hérna vaktaskemi lækna, það þarf ekki að leita langt yfir skammt. Ókei, síðan hvet ég ykkur bara til þess að skoða og fikta og átta ykkur aðeins á því hvað er inn á þessum svæðum. Það er fullt af gagnlegum upplýsingum hérna. Til dæmis inn á bráðamóttöku Fossvogi, þar er eiginlega öll þessi helstu skjöl sem að við erum að nota í vinnunni eins og hérna, hvað heitir það hérna, innlagnir á gjörgæslu, eru einhverjir ferlar þar. Við höfum oft verið að kíkja á grásvæði innlagna hérna á næturvakt. Ég nenni ekki að loka mynd þess að sýna en þetta mun bara virka inn á
á Landsspítalanetinu. En það sem meira er að þá getið þið líka sagt við aðrar deildir sem eru eru einhver ósammála af einhverjum ástæðum, þá getið þið sagt: „Já, þetta er ekki rétt því að það stendur hér í gæðaskjali að svona á þetta að vera.“ Og þá segjum við einfaldlega að fara inn á Tenglasafnið og leita til dæmis á grásvæði, svona, og þar með er umræðunni lokið. Þannig að það er margt praktískt í þessu og þið hvet ykkur endilega til þess að skoða þetta aðeins, kynna ykkur, en ekki gleyma sjúklingunum.